hann nennir ekki að veiða þeim, það alltaf mikið veiði. Fyrstu rafverðina voru þannig að Jóhannes Sturluson var með okkur og hann byrjaði að veiða nokkra bleikjur og þá komst að þetta bara staðbundin bleikja sem búið að vera í Árna Rás og það var ekki fyrir í 10. skipti þá fóru laxarnir að birtast hjá honum og þá vorum við kátir. Það var stórkostlegt. Já, fallegu líka. Já. Það sem var annað jákvætt, þau hefur lifað, ekki bara þau hefur lifað á, þau voru vel haldin og þessi stærstu seiði sem voru kannski alltaf 12 cm þarna þegar í lok ágúst, það sagði manni í rauninni að það einhver seiði þá þegar gengið til hafs það sumar og þess vegna ekki gott að átta sig alveg á kannski þéttleikanum af því að þetta ekki eins og þarna hafi verið árum og árum saman hrygning og maður komi bara inn og fá alla afgangana alltaf þetta á svona byrjun. Þetta eru þannig seiði að frekar að þurfi aðeins að fara með hjólaskóflunni úti og grafa smá rási svo seiðin komist fyrir. Já. Þetta allavega 7 myndi ég halda. 7? Á korteri? Já, maður er farin að eldast. Þetta hefði átt að vera á mínútu. Já, stórkostlega fréttir. Hins vegar eftir því sem að skilyrði eru betri, þarf að segja allt fyrir saman og mjög gott fæðuframboð, að þá minnka óðurinn, þarf að segja fiskurinn eða seiðin, þau mynda með sér óður og þörfin á því að helga sitt óðal minnkar eftir því sem að fæðuframboð og skilyrði eru betri. Þannig að við getum sagt að við bestu skilyrði þá einfallega rúmast fleiri seiði á hvern fermeter. Núna vorum við erum að sleppa 8.000 seiðum og vorum að klára svona kaflan sem við fórum ekki í fyrra. Já. Og erum að dreifa seiðunum bara á góða staði á ný búsvæði. Og 2021 þá grófum við 100.000 hrogn og 2022 þá vorum við með 50.000 til 60.000 seiði. Þannig að þetta er 3. hausti sem við erum að vinna í þessu ræktunarstarfi. Og það einmitt með því að fara í þessar aðgerðir töluvert áður en að stiginn er byggður. Þá náttúrulega verið einfallega að tryggja að þarna mæt bara leið og stiginn eru opnaður þá, ég segi ekki þessi bankandi á dyrnar, en þeir verða þarna fyrir neðan og vilja ólmir komast þarna upp því að þaðan eru upprunnin og þaðan koma þeir næstu kynslóð á. Þegar að stiginn verður kominn að þá getur lax gengið þarna með sjálfbærum hætti og nýtt svæðið og svo framvegis, þannig að þá er allt önnur afkoma. Það er verið að horfa til lengri tíma. Það eru skilgreind markmið og nú þegar búið að vinna í þeim frá 2021. Þetta er miklu vandaðri aðkoma en ég hef séð lengi. Framtíðin segir bara að við höfum bara að halda áfram hverju einasta ári, bæti í, grafa meira. Þannig að það er frábært að sjá að skilyrðin í álfunni séu það góð að þetta skila sér. Þú nefnir, getur þetta haft áhrif, meiri áhrif? Já, vegna þess að við getum þá farið með hrognin á svæði og markvisst þá komið fyrir í hrygningamörk og flýtt þá ferlinu. Seiðum sem að eiga allan sinn aldur, sem sagt eru með allan sinn feril náttúrulega og ekkert yngri, versus það að vera framleitt í fiskeldisstöð og sleppt.
þá má gera ráð fyrir að heimtur, þar að segja það sem að lifir af í hafi og skila sér, að það sé jafnvel þrefalt til fjórfalt meira, að þar að segja náttúrulega seiði skila sér mun betur heldur en eldisseiði. Við kölluðum saman alla eigendur, jarðeigendur árinnar og við stofnuðum veiðifélaginu í sumar. Og það sem allir voru bara á því að standa saman og láta þetta ævintýri verða að veruleika. Hvað sem öðru líður þá fóstrar þetta svæði lax. Hún getur skilað af sér og skilar af sér gönguseiðum. Það er alveg ljóst. Það er bara varnarsigur að finna vatnakerfi sem að er með sömu lengd og eins og ég segi, ég hef sagt áður með þrefaldar elliárnar eða laxá í leira að lengd. Svo er þetta hún er miklu breiðari, hún leynir meira á sér, þannig að þessi framkvæmd er bara gríðarlega flott framtak til þess að auka við búsvæði laxastofnsins og það kemur honum svo sannarlega að gagni, ekki spurning.